Já, Brynjar, tap í dag, bara þín fyrstu viðbrögð. Já, bara vont tap, fáum alltaf mikið af mörkum á okkur, fáum alltaf einföld mörk á okkur. Svona bara frá byrjun einhvern veginn byrjum illa að fá mark á okkur snemma, fáum alltaf 2 mörk á okkur. Við erum manni færri, Birnir er út á og við erum að gera klára skiptingu. Þannig að þetta skilgreinir okkur ekki sem lið eða félag en það er klárt að við þurfum að endurstilla okkur einhvern veginn og vera klárar í leikina sem eftir eru. Voru kannski opið, voru kannski að leyfa á sumum leikmönnum bara hjá Þrótti að ná bara að hlaupa bara í gegnum liðin ykkar og bara alltof opnir? Já, ég veit það ekki, við fyrsta markið erum við, það er allir tilbaka í sjálfum sér, það voru innkastnir í okkar vallarhelming og við bara missum dekningu inn í teig. Nú man ég ekki svona alveg í fljótu bragði hvernig mörkin voru en okkur vantaði bara einhvern neista, það vantaði einhver ákæð, það vantaði smá gæði í það sem við vorum að gera, sendingar og annað, hreyfingu og leikmönnum sem við erum búin að gera vel þannig að svona frammistaða kemur á óvart frá bara liðinu og leikmönnum. Þetta er svona frammistaða sem þér finnst þetta leikningslið hefur ekki sýnt í sumar, svo hingað til? Nei, klárlega ekki sko. Við höfum fengið svo sem 2 og 3 mörk á okkur en við höfum alltaf verið einhvern veginn kveikt á okkur og verið klári í leikinn og samanber afturhelding í síðustu viku. Við erum undir meira og minna allan leikinn fyrir utan smá tíma það sem er 1-1 en við erum alltaf að reyna og við erum svona á kafla líklegri að jafna 3-3 heldur en að tapa 4-2. Þú segir þetta fyrsta mark kemur á fyrstu mínútu, er þetta þá slákur hans úr laginu? Finnst þér að það er langur tími milli fyrsta og annað mark? Já, það er langur tími milli og eitt mark í byrjun getur alltaf gerst og mér fannst ekkert vera merki einhvern veginn að við værum að slaka á, við vorum að spila ágætlega og við sjálfum sér fáum dauðafæri í stöðunni 1-0 og hefðum getað jafnað þar. Það er einhver staða sem mögulega getur breytt gangi leiksins en niðurstaðan er bara svo sem hún er og við verðum bara að taka henni og berja okkur aðeins saman og halda áfram. Það sem nýlega leikmenn fann frá okkur Skjelsen Vesely, er þetta ekki högg að hann sé farinn? Jú, Skjelsen er bara góður leikmaður og uppalinn leiknismaður en á sama tíma erum við bara glaðir fyrir hans hönd og hann fáið tækifæri.